Undir lok 19. aldar áttu sér stað einhverjir mestu fólksflutningar sem sögu fara af í Evrópu. 50 milljónir manna tóku sig upp og sigldu yfir Atlantshafið til þess að setjast að í Ameríku. Ástæður þessara vestuferða eru æði margar og allt þetta fólk kom víðsvegar að úr álfunni, þar á meðal frá Íslandi. Á 40 árum yfirgáfu nær 16.000 Íslendingar heimkynni sín og fluttust til Kanada og Bandaríkjanna. Af núlifandi íbúum þessara landa er líklegt að og yfir 60.000 sé af íslensku bergi brotnir. Hvati þessara flutninga var mismunandi frá manni til manns. Flestir voru í leit að betra lífi, en aðrir fóru á ævintýraþrá. Margt hélst í hendur, svo sem auglýsingar vesturferða agenta eins og Sigfúsar Eymundssonar og Baldvins L. Baldvinssonar, bréf og fregnir sem bárust yfir hafið, svo og ástandið innanlands. Harðræði landsins varð Matthíasi Jochumssyni yrkisefni í níðkvæði Ísland. Volaða land, horsælu hérvistar slóðir, húsgangsins trúfasta móðir. Volaða land, vandræða land, skakt eins og skothenda kvæði, skapaði Guði í bræði. Vandræða land, hafísa land, ískrandi illviðrum marið, eilífum hörmungum barið. Hafísa land. Það blésu kaldri vindar Ísland sem enn var laust við flesta strauma undursamlegra uppfinninga og tækninýjunga sem fóru sem stormsveipur Evrópu. Sumir sóttust eftir búskap við sjávarsíðuna, þar sem þeir gátu lifað á sjávarfangi, en lög landsins stríddu gegn slíkri þurrabúð langt fram eftir 19. öld. Því kusu þeir stundum þann kost að yrkja heiðarbýli landsins. Framtíðarvonir landsmanna voru ekki bjartar á þessum árum og efðust margir að ástandið myndi nokkuð tíma batna. Ekki því að undra að marga menn fýsti í spennandi tækifæri og sæmilegt viðurværi í framandi heimi. Upp úr 1870 fóru þeir sem áhuga höfðu á vesturferðum í sjávarplássin í þeirri von að komast í skip og sigla vestur. Aðsóknin var nokkur en fargjaldi dýrt. Margir þurftu að selja allt sitt til þess eins að komast borð í skip og fóru oft illa út úr slíkum viðskiptum. Eignalitlar, barnmargar og fátækar fjölskyldur voru stundum sendar utan af hrepp sínum. Þeir sem fyrst fóru höfðu flestir yrt heiðarbílinn inn til landsins, en þar var ástandið verst. Oft þurfti fólk að bíða í marga mánuði eftir að komast í skip og þegar þangað var komið voru margir illa haldnir af vosbúð og hugarangri vegna viðskila við ættingja og óvissum hvað tæki við. Þorfinnur Jóhannesson var bóndi í Skagafirði undir lok 19. aldar. Þorfinnur missti sjónina þegar hann var rétt 30 hann neyddist til þess að vaka sólarhringum saman við eggjatínslu til þess að geta séð fyrir fjölskyldu sinni. Upp úr því fór að hallundan fæti. Vegna fötlunar sinnar neyddist hann til að bregða búi, en það var ekki það eina sem hann missti. Árið 1871 drukknaði dóttir hans Petrína í Hjaltadalsá þegar hún leiðbeindi honum yfir ána.
Þorfinnur og kona hans Elisabeth sem bjuggu á bænum Brekkukoti í Hjaltadal litu hýru auga til Vesturheims. En vegna fátæktar var hætta á að fjölskyldan yrði sett á hreppinn. Fjölskyldur þeirra beggja höfðu tvístrast og vildu þau gera allt sem þau gátu til að hindra að börnin yrðu tekin af þeim og látin í fóstur. Eitt höfðu þau þegar gefið frá sér, en höfðu enn 7 börn á sínu framfæri. Í einum fyrsta hópnum sem fór utan til Norður-Ameríku voru frumkvöðlar á ýmsum sviðum og einn þeirra var séra Páll Þorláksson sem var seinna meir einn helsti hvatamaður að landnámi Íslendinga í Norður-Dakótafylki í Bandaríkjunum. Faðir Páls, Þorlákur G. Jónsson, bóndi frá Stórutjörnum, lét til leiðast að ávæggjan sonar síns og frumkvöðlana og hélt utan frá Akureyrarhöfn ásamt fjölskyldu sinni árið 1873. Áfangastaður þeirra var Quebec í Kanada. Með Þorláki í för voru afi og amma Magnúsar Ólafssonar frá Mountain í Dakota. Afi minn og amma komu frá Eyjafirði á Íslandi í 1873 í fyrsta stóra hópnum sem kom vestur. Þau komu með gufuskipi til Quebec í Kanada og þar var ungur maður að mæta þeim, sá sem varð séra Páll Þorláksson sem kom með landann hingað. Og þau fara á járnbrautarlest á leið til Milwaukee í Wisconsin-ríki. Þetta var kvöldið 25. ágúst 1873 og næsta dag undir kvöld þá fæddist pabbi minn á járnbrautarlestinni. Þorlákur faðir Páls fór einnig til Milwaukee og skrifaði heim, ekki laus við hæðni í garð gamla landsins. Ljótt að heyra veðráttuna af Íslandi, ennþá einu sinni, og ekki get ég iðrast ennþá eftir hingað ferðinni. Merkilegt bara að við fengum nú með póstferðinni engin bréf á Norðurlandi. Skyldu allir vera dauðir þar. Auk þessa kuldalega spés lýsti hann einnig aðbúnaði fólstar vestur frá. Menn gátu ráðið sig í vinnu og fengið dágóðan skilding fyrir og væru eigi síst matarlausir. Á næstu árum lá meginstraumur fólks til Kanada og ferðinu var heitið til nýstofnara nýlendu hlauti nafni Nýja Ísland. Agentar Kanadastjórnar voru iðnir að koma boðskap stjórnvalda á framfæri. Öllu fögru var lofað. Landkostir þóttu prýðisgóðir og mynduðu margt á Ísland. En Nýja Ísland bar nafn sitt með rentu því erfiðleikar fósturjarðarinnar virtust hafa fylgt innflytjendunum. Dræmar samgöngur, flugur, flóð og bólusótt gerðu íbúum nýlendunar erfitt fyrir. Veturinn 1877 breyttist út geigvænleg bólusótt og áður en vorsól skein á ný lágu hátt í 100 Íslendingar í valnum. Í kjölfar frétta af erfiðleikunum drógu straumi útflytjenda frá Íslandi. Margir voru hræddir að gylliboðum betra líf í nýja landinu væri ekki jafn sannar fregnir og blöðin fullyrtu. Skyndilega hlaut þó annað land náð fyrir augum landsmanna því af því bárust undursamlegar fregnir. Vorið 1878 reif hópur fólks sig upp og fylgdi sér að Páli Þorlákssyni til Norður Dakota í Bandaríkjunum og á næstu árum yfirgáfu margir Nýja Ísland. Hér kom fyrst hópur frá, eða 6 menn frá Gimli, komu hér, settust að í Hallsson-bygðinni og svo árið seinna í 1879 þá kom séra Páll með fjölskyldu sína frá Wisconsin og settust að hér í Mountain. En þetta var byrjunin
á íslensku byggðunum hér. Hann gaf lífið sitt, má segja, fyrir lífið byggðarinnar. Því að þegar fólk kom hérna fyrst, þetta fólk frá Gimli, kom nokkurn veginn allslaust. Og hann var búinn að leggja mikið á sig að fara út byggðir í Minnesota, þar sem voru norskir bændur sem voru búnir að koma vel fyrir sér. Hann fékk lán, bæði nautgripi og hveiti og jafnvel peninga og útbytti á milli fólksins sem þurfti hjálp. Og þessar skuldir voru allar borgaðar þó að hann dæi áður en það var búið. En svo það má segja að hann hafi komið fólkinu hingað og svo haldið lífin í þeim þangað til það komst á fæturnar dálítið. Afi minn og amma komu hér í 1880. Þau komu 30. júní frá Minnesota í Minnesota og það betekið 30 daga á leiðinni að koma uxa dregin vagnum. Þau komu hér, settust að á þessum landspletti og það var orðið of seint þá til að vera brjóta land og setja inn uppskeru. Svo að afi fór að fá vinnu á járnbrautasmíði. En áður en hann fór þá sett hann vagninn rétt hérna, nálægt þar sem við stöndum. Og þar var amma mín með 5 börn og 1 á leiðinni. Landið var lítt byggt hvítum mönnum. Nokkrir mesítar höfðu búið þar árabil, en þeir voru blendingar indjána og frakka og lifðu þeir á skinnakaupmennsku. Áður höfðu slétturnar í Dakota verið yfirráðasvæði indjána sem háðu blóðuga bardaga hvítamanninn. Nú höfðu stjórnvöld í Bandaríkjunum samið vopnahlé við indjána og gafst í hvítamanninum tækifæri til þess að leggja landið undir sig. En eitt sinni eftir þau verið hér nokkra daga, þá kom hópur af indjánum eftir götunni og þeir stansuðu að líta í kring og þeir voru forvitnir en gerðu engan skaða, en þeir þurftu að líta inn í allt og reyna allt. Þeir smakkaði kaffi sem var í könnunni og þá grettu þeir sig. En þegar indjánarnir ætluðu að halda áfram, þá ætluðu gripirnir að elta af því að þeir voru vanir að elta vagnana á leiðinu frá Minnesota hingað. En amma stóð sig vel og hún lofaði ekki gripunum að fara, svo allt var ágætt. Hróður nýju nýlendunar barst víða, því Íslendingar dreifa að ekki aðeins frá Kanada, heldur einnig frá öðrum fylkjum Bandaríkjanna. Margir landnemar höfðu lent í margs konar hrakningum, til dæmis engisprettufaraldri í Minnesota, og freistuðu því þess að Dakota gefi betri raun. Svæðið byggðist hratt upp, enda skartaði það frjósömum sléttum og víðfeðmu skóglendi og með lagningu járnbrauta náði nú siðmenning hvítamannsins alla leið til Pembina héraðs. Það auðveldaði mönnum landtöku og fjölgaði atvinnutækifærum. Á árunum 1879 til 86 fluttust þangað 100.000 manns. Þá aðallega þýskir og norrænir innflytjendur, flestir til þessa stunda akuryrkju og annan landbúnað. Þorri íslensku landnemanna í Dakota var blásnauður. Margir höfðu mist allt sitt á nýja Íslandi og vonir manna bundust við það að þar væri flakki þeirra lokið og menn gætu fest rætur. Íslendingarnir létu vel af landinu og fyrr en varði var skrifað í íslensk blöð giftusamlega ræktun og sæmilega velmegun fólksins. Allir eru nú í óða önnum að þreskja hveiti sitt sem hefur vaxið ágætlega og verða menn hér fljótlega vel efnaðir. Íslendingar hér eiga nú uxa eða hesta, vagna, plóga, sumir sláttuvél og rakstrar, sáðvélar, myllur til að hreinsa hveiti og svo framvegis og hafa flestir fengið eignarrétt á landinu. Gifta nýlendunar barst til eyrna Þorfinns og Elisabetar.
Aðbúnaður í Dakota hljómaði betur en hraksögur þær menn höfðu heyrt af Nýja Íslandi. Þau höfðu mist bú sitt og sóttu nú fast eftir því að fá hreppinn til þess að styrkja sig og sína til utanfarar. Þau vonuðu að í nýja heiminum gætu þau eignast betra líf og þar gæti fjölskyldan öll verið saman. Sumarið 1882 veitti hreppurinn Þorfinni og Elisabetu styrk til fararinnar, en hann dugði ekki fyrir þau öll. Fjölmargar fjölskyldur voru í sömu sporum og víða sveitir landsins voru börn sem vestufarar höfðu skilið eftir og biðu færis að komast vestur haf til fjölskyldna sinna. Þorfinnur og Elisabeth héldu af stað með 5 börn, þau Þorlák, Kristínu, Guðnýju, Friðrik og Árna. En þau voru á aldrinum 3 til 17 ára. Eftir urðu Margrét 13 ára og Pétur 7 ára. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hvöttu fólk til að setja stað í Norður Dakota og fylkjunum í kring. Vivian Hansson barnabarn Þorfinns og Elisabetar. The railroad tried to help them, or so I've been told, to give a lot of them free passage from wherever their ship docked to the interior. And it took an awful lot of courage and faith to make this difficult trip to a new country. But they finally arrived and came to this valley, and of course the father could not work. He was blind. Í Norður Dakota settust flestir Íslendingar að og mynduðust þar fljótt bæir eins og Mountain og Garðar, þar sem Íslendingar urðu áberandi. Þeir lærðu flestir að meta ró sléttunar og snéru fæstir þeirra heim aftur. Þegar Þorfinnsson fjölskyldan kom til Mountain höfðu svo margir Íslendingar tekið sér þar land að það var nánast fullnumið. Þarna bjuggu þau sér heimili við læk rann í gegnum landið og kúrðu þar í kulda og fátækt en skorti þó ekki mat. Richard Þorfinnsson, sonur Þorfinns, þekkti aðstæður á jörðinni vel. Það var ekki besta landið. Það var létt land og það var grót í því og það var læk sem fór í gegnum söður endan af því og ég vissi að hann var illa við vatn eftir þess að kom fyrir hann. Þegar hann misti dóttur sína í vatnið og hún drukknaði. Næstu árin kom fjölskyldan sér betur fyrir. Þorfinnur og Elisabeth prjónuðu vettlinga og sokka og seldu í bænum fyrir nauðsynjum. 17 árum eftir brottför sína frá Íslandi hafði fjölskyldunni loks tekist að safna nægu fé til að börnin 2 sem eftir urðu á Íslandi gætu komist til Bandaríkjanna. Árið 1899 var því mikið gleðiár hjá Þorfinnsson fjölskyldunni. En það sama ár fæddist Petrína Guðrún, barnabarn Þorfinns og Elisabetar, á jörð þeirra í Mountain. Það var æfilega nógur veður. Því það var alls það tré í kring við lifðum í. Þetta höggva niður trén í kring til þess að geta byggt svolítið með hofa. Við vorum aldrei eftir að vera svöng. Svo við æfilega nóg að borða. Það var ekki neinn fín matur, við æfilega nóg brauð og smjör.
og mjólk. Það hefur verið kýr, einu eða tvær held ég. Börnin stálpuðust og stækkuðu jörðina, en Þorfinnur blindi lést árið 1900. Þá var Elísabet ein eftir með stálpuð börn sín. Hún vildi við getum lært allt. Hún var svo gamla að kenna okkur íslensku og allt sem var við íslensku. Svo við lærðum allavega vísur og vess og tala hann vel. Börnin mín kunni öll að tala íslensku. Við lærðum það fyrst. Það var allt elskalegt á Íslandi. Ekkert rangt við Ísland að neinu leyti. Og hann langaði alltaf heim. Sem von var, hún var alin upp þar og þekkti allt þar en ekki hér. I understand she was a small woman, very, very devout. She would rock and pray and pray and rock. When there was nothing to eat in the house, the story is, she would rock and pray all night. And some kind soul would leave food on the porch. Imagine that. A lot of faith. So she was apparently a very strong woman. She had to be, with a blind husband and all these children, right? Landið í Dakota var gjöfult og dugði til þess að framfleyta flestum fjölskyldum þó að landnámið hafi ekki orðið til fjár til að byrja með. Fjölskyldur þurftu þó að hafa sig allar við til þess að komast af. Hungrið sem hafði tilheyrt gamla Íslandi var nánast úr sögunni. Þeir komu, skulum segja, kringum klukkan 1880, 1881 eða svo. Sumir koma fyrir til Milwaukee. En á aldarmótunum, 1900 til 1910, þá var búið að byggja kirkjur í hverju byggð, skólahús í Pembina County. Það voru 117 skólahús. Og brautir, það voru búið vegir, það voru búið að gera vegi allt yfir og margar búðir settar upp. Mikið svoleiðis gert á þeim tíma, fyrir bara 20 ár, og koma allslaus og geta gert þetta á 20 árum. Hægt og rólega braggaðist byggðin og náði líklega hámarki á fyrstu áratugum 20. aldar því hvorki fyrr né síðar hafa slétturnar í Norður Dakota brauðfætt svo margar mannskepnur sem stunduðu aðalega kornrækt og nautgriparækt. Með dugnaði og erfiði þróaðist byggðin smá saman í eitt mikil virkasta landbúnaða hérað Bandaríkjanna. Bæirnir í Pembina héraði stækkuðu og skartaði bæjarlíf þeirra nú fjölskrúðugu menningarlífi. Daglegt líf einkendist af vinnusemi, festu og trúrækni. Kirkjan var stór hluti af lífinu og voru íslensk trúfélög starfrækt allt fram undir miðja 20. öld. Íslendingarnir héldu mjög saman og giftust jafnvel innbyrðis. Smá saman þróaðist þessi íslenska menning og festi rætur í amerískum heimi. Íslendingar töluðu íslensku sín á milli og lærðu börnin jafnvel ekki ensku fyrr en þau sóttu skóla og komu sum að því að íslenska var ekki eina tungumálið sem talað var í heiminum. Jag kunde engelska ensku áður en ég byrjaði skóla. En eftir við byrjaði skóla þá måtte ég tala enskuna. Þar så maður reyndi þá að gleyma að tala íslensku. Börnin talaði ensku og mamma talaði íslensku, svo þetta voru tvö tungumál yfirleitt talaði í heiminu. Þegar ég fór á skóla fyrst, þá talaði ég bæði ensku og íslensku og ég hélt að allir vissu að tala tveimur tungumáli. Ég vissi ekki einu sinni að það var svoleiðis, en svo það var ekki fyrir kannski ég var 8 ára, ég tók eftir því að það var ekki allir sem að talaði íslensku í veröldinni. Bjössi litli, hann var hvísla til systur hans og kennarinn, allar kennararnir voru Íslendingar. Spurði hann, því ertu hvísla? Ég segi, ég verð að tala íslensku. Veistu það ekki, Bjössi, þú mátt ekki tala, you have to speak English on school grounds. Bjössi segir,
maður ekki einu sinni hvísla á íslensku. Íslenskan var stór þáttur í menningu samfélagsins og glögglega máttu sjá á nöfnum fjölmargar fyrirtækja að á þessu svæði bjó fólk af íslenskum uppruna. Sumir Íslendingar urðu þekktir fyrir skáldskap sinn, eins og Stefán G. Stefánsson sem bjó tíma í Dakota, svo og kímniskáldið Káinn sem orti vísur og kvæði í gamansömmum stíl samfélagið og málefni líðandi stundar. Best fannst honum að yrkja þegar hann gekk til starfa sinna sem grafari í kirkjugarðinum við Þingvallakirkju. Margir eldri íbúar Norður Dakota muna enn vel eftir Káinn. Þetta var alveg einkennanlegur maður og það gerði ekki til hvað var sagt eða gert. Hann hafði eitthvað yfir því að segja og gerði grín að öllu. Minnisvarði skáldið var vígður við Þingvallakirkju sumarið 1999. You preserve here a monument not only to this great poet, but in your community and with your lives, you preserve a living monument to the Icelandic pioneers. Hann hafði yfirskegg og var oft ekki uppáfærður, var oft heldur illa til fara, myndi ég segja. Og var auðvitað drykkfelldur. Hann var hálf svakalegur að sjá hann stundum, en ég var aldrei hræddur við hann. Og maður vissi einhver veginn hafði þá hugmynd að þetta væri mikill maður. En allir vildi tala við hann og hvar sem hann var fólk í kringum hann. Ævinlega. Komu allir í kringum Káinn. Og fleiri þegja á brautina og þagði og tók upp aðra pillu og tramp úr henni dró og tæmdi hana líka á augabragði. Árið 2003 gerðist það sorglegi atburður að þessi fallega kirkja, þessi sögulegu verðmæti urðu eldi að bráð. Minnisvarði hefur verið reistur þar sem hún stóð. Einn maður náði þó lengra en aðrir þar vestra. Sem unglingur bjó hann hér og reið sléttur Dakota með þá löngun í maganum að gerast kúreki. Örlögin ætluðu honum annað hlutverk. Þegar hann sótti háskóla hvarf hann frá æskuórum sínum og leitaði á vit mannfræði og varð seinna þekktur sem Vilhjálmur Stefánsson landkönnuður. Í kjölfar kreppunar miklu 1930 urðu breytingar á högum Íslendingana í Pembína héraði. Fram að því höfðu flestir haft allt sem þau þörfnuðust. Brauðstritið gerðist nú ærið erfitt og var fátæktin mikil. Lágt verð fékkst fyrir afurðirnar og neyddust margir til þess að bregða búi og leita annarra starfa. Það fór mjög illa með marga. Það var uppstjórnar voru litlar og yngvar fyrir þurrk og prísinn á afurðum var svo lítill sem engin. Maður lærði að meta það sem maður hefði og fara vel með. Stór hluti Íslendingana gekk menntaveginn og tók virkan þátt í uppbyggingu samfélagsins. Þegar Íslendingarnir komu fyrst til Norður Dakota sagt að þeir hafi gengið óravegu yfir slétturnar þar til komið var að smá hæð sem myndi þá á heimahagana, sest þar að og nefndu mountain eða fjallið. Landnemar annar staðar frá settust hins vegar að á sléttunum í kring sem reyndust mun frjósamari. Íslendingarnir sendu því börnin í skóla því ekki var nóg að gera í búskapnum, meðan þeir sem bjuggu á sléttunum mátt ekki missa börn sín úr bústarfunum. Fjöldi Íslendinga kom sér því vel fyrir í heimi stjórnmála og stjórnsýslu og enn eru Íslendingar víða í áhrifastöðum. Börnin sem að koma frá þessum fólk sem að koma frá Íslandi, mest af þeim fóru
háskóla, college og þeir voru læknarar og þeir voru lögmenn og the percentage miklu hærri heldur en hérna kringum okkar. Það er kannski hættulegt að segja þetta en ég held það sé satt. Þegar leið á öldina versnaði atvinnuástandið í Pembína og fólk fluttist til stærri borga þar sem auðveldara var að fá vinnu. Bragi Skúlason prestur sem þjónaði í Mountain á árunum 1983 til 87 þekkir þróunina vel. Fjölskyldunar voru mjög stórar á þeim tíma og ekkert óalgengt að vera 10 til 15 börn í fjölskyldu og þá var jarðnæði sem fólk hafði svo lítið að það var ekki nóg til þess að brauðfæða nema bara svo marga og ef að kannski elstu börnin tóku við búina þá urðu hin að fara eitthvað annað til þess að afla sér vinnu. Þessi þróun hefur eiginlega átt sér stað í það bil 100 ára. Fólk hefur verið að flytjast úr sveitunum í stærri samfélög. Margir fóru til dæmis til Seattle og eftir seinna stríð var þetta mjög áberandi vegna þess að það var bara einfaldlega ekki næg atvinna. Tíminn krafðist breyttra atvinnuhátta. Stærri jarðir þurfti til þess að geta lifað á landinu. Margir hættu búskap, þeir sem eftir voru keyptu meira land og iðnaðarbúskapur fór að þróast. Afkomendur Þorfinns blinda eru nú vel á annað 100 og margir hafa flust á brott, en þó nokkrir stunda enn landbúnað og ein af þeim er Loretta Bernhöft, en hún komst að því að tengslin við ættjörðina og landið eru oft sterkari en menn grunar. I remember in high school growing up thinking, I will never stay in this area. I would certainly never do anything like teach or live on a farm. And I guess God had another plan for me because I ended up going into education and I fell in love with, married a farmer, and I am only a mile outside of Mountain now and very happy to be here. We're just thrilled to death that our youngest son has come home after studying agriculture and trying his hand at golf, and he's decided that it's not so bad to be in rural North Dakota, and he's always had a very strong tie to the farm, and so he's back with us farming, and we're thrilled. Líkt og svo víða annar staðar hafa bíli stækkað og þeim fækkað til muna á meðan þéttbýliskjarnar hafa minnkað. Mountain er þar engin undantekning. Það hefur fækkað mikið. Það var flest fólk hérna svona 1900 og svo fór það að þá að flytja út lengra vestur, bæði vestur í ríkjunum, vestur að hafi, hér norður og vestur í Kanada. Það fór víða. Eins og á Íslandi dregur sveitasælan þó hluta fólksins aftur út í sveitirnar, þar sem fólk kaupir gömul sveitasetur sem það nota til hvíldar og sumardvalar. Curtis Ólafsson, nautgripabóndi, er enn á landnámsjörð forfeðra sinna. Our farm was started in 1883 when my grandparents came here from Iceland. Their names were Ólafur Ólafsson, and my grandmother's name was Friðrika Steinin Maller. They left Iceland and came directly here. I was told that when they got here, they had just a few possessions, a few books, and they had 65 cents left. We have been farming the farm that they began, which is now 118 years ago. And they came here not knowing what they were going to do or where they were going to end up. And so that's a pretty amazing thing when you think back on it. When my grandparents started out here, it was 160 acres, and today we are, our operation covers about 4,400. I wish that it wasn't that way. I would be happy to live on that original 160 acres of land with a few chickens and a few cows if you could make a good living doing that. But that's not the reality of things.
Afkomendur Þorfinns og Elísabetar virðast bundin sterkari böndum við náttúruna en margur annar. Jörðin tengingin við lífið og tilveruna. When you live back here, you learn to become your own person because you have to find a way to make a living. It's not easy, and therefore all your wits are challenged each day. To raise your family here is by far the greatest reward because you're with them all the time. You don't look for other entertainment. It's you and your family, and that's probably the greatest part of living back here. Íslensku landnemarnir fluttu meðal annars með sér matarhefðir sem enn í heiðri hafðar og bjóða gjarnan vinum og ættingjum heim í íslenskan mat og þó oftar en ekki hangikjöt, harðfiskur, brennivín og fleira íslenskt góðgæti á boðstólum. Mamma mín kom frá Íslandi, hún var orðin fullorðin. Så hon bjöd til sker och hon bjöd till mesost. Och så hade vi gröna grötar och sajtsuppe och för eftermiddagskaffe så var det pannukakor. Det var ävla hangikjöt till jólunum, det var sjálfsagt. Mamma bjöd till sker ävlega allt till det var till mjölk, no mjölk och bjöd till sker. Vi öll þurfti ósögur sker. Vant ein meina just in different platters. Is it brennivín? Yeah, that's brennivín. Oh, I need brennivín. I'll hold it up for you. Ikke drekk og mye góða mín, Guðrún. Our sister from that. This is good. It's good. Yes, I'll have some brennivín. This is brennivín hérna? Yeah. And so is the brennivín. Spál. And I never been Not excessively wet. It was okay. Ég býtti brúnröðu á æðanlega. Ó, þetta alveg dásinglegt. Það lett íslenska? Jú, góð íslenska. Tar maður endilega að éta harðfiskinn? Hákarlinn. Nýjar kynslóðir halda enn í hefðir forfeðranna og neyta hefðbundins íslensks matar til hátíðabrigða. En þó að tunga og siðir þessa fólks sé af íslenskum uppruna misjamt hvernig það skilgreinir þjóðerni sitt. Sumir kannski halda þau séu íslensk, en það ómögulegt að segja ég sé íslensk, að ég kann ekki íslenskuna eins og þú kannst hana. Eða það sem þú veist Íslendinga. Ég veit meira hvernig Bandaríkin I guess we can't call ourselves Icelandic Americans. We really are Americans, I guess, because we're born over here. Ég þriðja fjölskylda hérna. Hvað lengi þarf maður að vera hérna svo maður ekki Íslendingur en... It is, it's delicious. Tack fyrir matinn. Ósköp gott. I think I can. Á elliheimilinu Borg fjölmargir afkomendur íslensku landnemanna, fólk sem ólst upp við íslenska siði og íslenska tungu. Tungumálið lifir því enn góðu lífi meðal eldri kynslóðana, en færri af yngri kynslóðunum hafa þó tileinkað sér málið. Það má segja að þeir sem eru svona innan við fertugt núna, þeir eru í fæstum tilfellum með nokkurn orðaforða sem hægt er að tala en alveg fram undir það, þá má segja að það hafi verið töluð íslenska á heimilunum og íslenska var fyrsta mál þeirra sem eru komnir yfir fertugt og svo náttúrulega hefur líka gerst annað að fólk hefur blandast og hér mjög mikið þeir tala sjálfur blöndu hjónabönd. Ég giftist konu sem var ekki íslensk og það var ekki talað íslensku á okkar heimili í mörg ár. En það ennþá fáeinir af okkur eldri sem að tala íslensku þegar við hittumst og það var haldið við það í leyti en kynslóðirnar yngri það að týnast. Við tölum ekki hvað mikið íslensku hérna núna þegar verður svo fáir sem að
sem að tala hana. Ég er einn eldri sem er ennþá á flakki. Þú veist hvað ég meina? Þeir eru alltaf að deyja, þeir eru orðnir svo gamlir. Tungumálið sem Íslendingarnir í Norður-Dakóta tala hefur þó ekki þróast á sama hátt og á Íslandi. Ég get bara talað upp að amma mín kom í 1881 með málið sem ég þekki, ekkert bætt við orðatiltæki síðan. Þeir hafa tekið upp ensku orðin með íslenskum endingum og til dæmis ef að maður spyr bændur, að þetta er nú bændasamfélag, þá segja konurnar að þú meinar það bóndi minn, það er að segja það er eiginmaður. En hvað er það bóndi? Það er farmari og það er náttúrulega ensku orðið sem þar hefur verið tekið upp. Tungumálið sem við skildum, þetta er helmingin íslenska, helmingin enska og hvað sem kom fyrir eftir 1900 eða 1870, eins og síminn og allt það. Þetta var enskt yfir því. Så maður talar aldrei íslensku, maður heita. En maður heldur maður ekki tala íslensku og það lítur að vera gaman að hlusta á okkur. Það eru margar sögur ef við töfum hvernig á landin mixaði málið, eins og sagt, að blanda ensku og íslensku. Og ein sem kemur til huga það var kaupmaður á Mountain sem hét Haraldur Ólafsson og hann var eiginlega í nokkrum flýtur, svo hann var oft kallaður Haraldur á harðaspretti. Og einu sinni þá var maðurinn sem keyrði póstinn á milli Mountain og Garðar og Edinborg, hann var einhvern að flýta sér sem var óvanalegt. Og Haraldur segir við hann, "Holy, but you got an awful ass on you this morning." Í öðrum orðum, hann var í miklum asa. Ég gekk on á Main Street með $5 tjekk og 41 riffel mér kaupti. Ræd út í country með farmarafjekk og strax út í brúskin ég hlaupti. Ég sá eina mús út í Marshihúlná og mig eina stökku ég brjótti. Hún fór þá að gallop, not good anyhow, og var gone þegar loksins ég skjótti. Í dag hefur skólum fækkað mikið í Pembina-sýslu og frá Mountain og Görðum sækja börnin úr skóla í Edinborg. Þau eru sum hver af 5. kynslóð íslenska landnema. Jafnvel þóttu norrænt yfirbragð sumra barnanna leynir sér ekki, þó hafa einkennin smám saman týnst niður. Næstu kynslóður Íslendinga í Norður-Dakóta munu sjálfsagt telja sig til Bandaríkjamanna. En upprunan munu þau þekkja og sumir halda siðum og venjum til minningar forfeður sína. On Christmas, we always have hungekit and rullepilsa, sætsupa, pannukakkur. We don't like liverpilsa so much, but we do enjoy the other things. And we usually have a traditional Icelandic supper on Christmas. And so we really enjoy that, and all my children like it too, so that's good. I have to learn how to make, I still have to learn how to make kleiner. I don't know how to make kleiner yet, but I've learned how to make the others. Víkurkirkja reis í Mountain á jörð séra Páls Þorlákssonar árið 1884, en hún er fyrsta íslenska kirkjan sem reist var í Norður-Ameríku. Kirkjan er enn einn helsti samkomustaður Íslendinga í Mountain og má með sanni segja að afkomendur landnemanna séu trúræknari en margir frændur þeirra á Íslandi og er sunnudagsmessan hér fastur liður í tilverunni. Einungis íslenski prestar þjónuðu í kirkjunni framan af, en nú starfar prestur af indjánaættum þar og fólk af ýmsu þjóðerni sækir hér messur. Það er ferminga hefjast í Víkurkirkju og eru 2 fermingabarnanna íslensk. Það þarf ekki að leggja mikið á sig til að geta sér til hver þau séu. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. En hvernig er að vera Íslendingur í Mountain?
Well, we consider ourselves pretty special. I don't know, maybe the rest of the people around here wouldn't think so. Icelanders are a little different, yes. They're stubborn, and they're very opinionated. They're mostly joyful, very loyal, proud of tradition, strong. They're good people. I'm proud to be an American, and I'm proud to be American Icelandic, sure. Yeah. Fólk stolt af uppruna sínum og vill varðveita hann og geyma. Í Icelandic State Park hefur hópur fólks tekið sig saman og opnað safn landnámið, byggðina og fólki sem þar bjó á mektarárum svæðisins frá 1870 til 1920. Í Icelandic State Park-garðinum eru ýmsar byggingar frá þessum árum eins og kirkja, skólahús og félagsheimili sem eru opin gestum allt árið kring, sem og bjálkakofi í þeirri mynd landnemar byggðu sér. Einungis þriðjungur garðsins tilengaður sögu og arfleifð frumkvöðlana, en hann einnig vinsælt útivistarsvæði. Tengslin við gamla föðurlandið eru enn sterk. Sést það helst á því að á sérstökum árlegum Íslendingadegi haldin hátíð sem óður til íslenskrar menningar upp á ameríska vísu. Hátíðin hefur verið haldin árlega frá 1899. Á 100 ára afmæli hennar, sumarið 1999, var hún veglegri en nokkru sinni fyrr og meðal gesta voru forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og séra Ólafur Skúlason biskup, ásamt fleiri fyrirmönnum þjóðarinnar. Aðalskipuleggjandi hátíðarinnar var kennarinn og bóndinn Loretta Bernhöft, einn afkomandi Þorfinns blinda og Elisabetar. For many years we've kind of drifted away from really celebrating our Icelandic heritage and culture. So with the 100th coming, we just decided that that was what we need to celebrate after 100 years. That's what this community is all about. To President of Iceland, Ólafur Ragnar Grímsson, and his daughter, Bedla, escorted by Magnus Olsson 100 years ago. If she do it or not. A round of applause for our Grand Marshal, ladies and gentlemen. Hátíðargestum var boðið upp á íslenskan mat, íslenska tónlist og Gotu Mountain mátti sjá íslensk hross þennan dag. Horses from the Vikings, descendants of these original horses. A soft wind through the prairie glass, a sweet voice in his ears. But if Billy stumbles through the night, he knows there ain't no turning back. Every train. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hefur heimsótt Íslendingabyggðir víða í Norður-Ameríku og lét sig ekki vanta á hátíðahöldin í Mountain. Þetta okkar saga, þetta okkar þjóðarsaga, þetta okkar menning, þetta okkar tunga, þetta okkar tilfinningar sem það að varðveita. Og mjög lítinn mat. Ólafur, hún man vel eftir þér hérna sem presti? Já. Íslendingar hafa nokkru vanrækt að kynna sér sögu landa sinna í Norður Dakota og arfleifðina sem þar varðveitt. En vonandi verður þessi mynd til að bæta þar úr.